charismatic. Í dag ætlum við að kafa ofan í heimild sem teflir fram 10 sálfræðilegum þáttum sem eiga að dýpka mannleg samskipti. Já, og höfundurinn notar svolítið augrandi orðalag. Hann kallar þetta fólgna veikleika kvenna. Nákvæmlega. En heldur þið jafnat fram að þetta sé innsýnt beint úr raunveruleikanum, ekki einhverjum kennslubókum? Einmitt, og markmiði okkar að skilja kjarnan í þessum hugmyndum og kanna hvort myndir raun einhverja heilstæða mynd. Halló öll saman. Hlýjar kveðjur til ykkar allra. Við erum afar glöð að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólaringin að því að skapa efni sem raunverulega gagnlegt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt að mörkum af nákvæmni og alúð í gegnum netrásan okkar svo því fáið bestu mögulegu upplifun. Ef þið hafi gaman af þessu efni, vinsamlegast deili myndbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættinum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram en sterkara og betri. Eigum við að byrja? Gerum þetta. Það kannski best að byrja á þessu orðalagi. Fólgin veikleiki. Já, það svolítið hlaðið orð. Mjög. En þegar maður rýnir í punktana, þá kemur fljótt í ljós að þetta fjallar í raunum djúpstæðar sálfræðilegar þarfir. Meira næmni heldur en veikleika. Nákvæmlega, þetta snýst minn veikleika og miklu meir hvað sem hreyfir við fólki á tilfinningalega planinu. Og höfundurinn tekur það skýlt fram, það ekki að þessari þekkingu fylgi ábyrgð? Einmitt, hún til þess að byggja upp, ekki til að hagræða eða misnota. Það mikilvægur fyrirvari. Allt í lagi. Svo frekar hann að fara bara yfir þetta sem eitthvað listar, punkt 1, 2, 3, eða prófa að flokka þetta. Já, það góð pæling. Það klárlega rauðu þráður í gegnum nokkra punkta. Mér sýnist vera svona þyrping sem snýrað sjálfsöryggi og forristu. Við getum kannski byrjað þar. Gerum það. Ok. Annar punkturinn fjallar mæmni fyrir karlmannlegri líkamstjáningu. Heimildin gengur svo langt að líkja konum við rattsjár. Sem nema óert skilaboð. Já, og það minnst á þessa frægu fullyrningum að stór hluti samskipta sé óertur. Þessi 93% tala sem maður heyrir oft. Akkurat. Sem ofta eignuð sálfræðingnum Albert Mehrabian. Það samt vert að nefna að rannsóknir hans oft overeinfaldar. Hvernig þá? Hann var að rannsaka tjáningu á tilfinningum sérstaklega þegar orð og líkamstjáning stongust á. En það sýnir samt sem áður hversu gríðarlega öflug óvirt skilaboð eru. Einmitt. Sérstaklega í tilfinningalegu samhengi. Og þá verður líkamstaðan, axlir aftur, rólegt augsamband. Hún verður þessi undirstaða sem allt annað hvílir á. Hún sendir skilaboðum innra öryggi. Lengu áður en þú segir orð. Nákvæmlega. Og þetta lítur þá að tengjast beint við 4. punktin, aðlögun að raunverulegu sjálfsöryggi. Já, og það lykilorðið, raunverulegu. Heimildin leggur mikla áherslu á munun á sjálfsöryggi og hroka. Sem getur verið ansi fín línastundum. Hvernig greinir heimildin þetta að? Hún notar mjög hagnýtt og gott dæmi ákvarðanatöku. Í stað þess að spyrja óöryggur, hvert vilt þú fara? Já, sem klassist. Mjög klassískt. Þá sýnir sjálfsöryggi sig í því að koma með ákveðna tillögu. Það nýr ítalskur staður sem ég held heitir Fíla. Eigum að prófa hann. Þarna ertu að taka frumkvæði. Já, en án þess að vera yfirgangsamur, þá ertu að leiða. Heimildin líkir sjálfsöryggi við vöðva sem þarf að þjálfa. Með litlum daglegum ákvarðunum. Einmitt. Og hún nefnir líka þetta hugtak alfa sem oft miskilið. Já, maður sé strax fyrir sér einhverja yfirgangsama staðalímynd. Það sem átt við? Nei, alls ekki. Og heimildin mjög fljót að taka það fram. Hér alfa notað til að lýsa rólegri, verndandi forystu. Einhverjum sem skapar öryggi með nærverunni? Nákvæmlega. Ekki með hávaða. Og það leiðir okkur beint að 10. og síðasta punktinum. Sem hneiðin til rólegra, karlmannlegra forystu. Já, og þetta snýst ekki einræði. Alls ekki. Þetta snýst að létta byrðinni af aðilanum. Að taka stýri svo allir í bílnum geti slakað á, ef við skilum hvað ég meina. Skil þig. Þannig að þessi fyrsta þyrpinga punktum, líkamstjáning, sjálfsöryggi og forysta, snýst í raunum að skapa andrúmsloft. Já, af sálfræðilegu öryggi. Já, með því að sýna fram á hæfni og ró. Þetta snýst ekki að stjórna. Heldur að leiða. Að vera kletturinn, ekki stormsveipurinn. Og þetta sálfræðilega öryggi, það eiginlega fullkomin brú yfir í næsta þema. Sem að byggja upp raunverulega tilfinningalega tengingu. Þar 5. punkturinn,
Áhrifamátt persónulegara sagna, mjög áhugaverður. Heimildin segir að sögur virki svo vel af því Þær virkja tilfinningakerfið. ekki bara rökhugsunina. Nógamlega, sögur eru upplifun, ekki bara einhver upptalning á staðrendum sjálfan þig. Þetta er kallað sagnatækni, eða ekki? Jú, eða storytelling. Og heimildin dregur fram mjög mikilvægan greinamun. Sem er? Að segja sögu er að deila reynslu og sína varnarleysi. Á meðan mónt er, tilraun til að selja einhverja ímynd. Sagan byggir brú? Á meðan móntið byggir veig. Algjörlega. Með því að segja sögu úr eigin lífi með tilfinningalegum smáatriðum, þá ertu í raun að bjóða hinni manneskjunni inn í þinn heim. Og það að bjóða einhverjum inn, það er kannski einmitt þá sem svara fyrsta punktinum, þessi falda þörf fyrir tilfinningalega staðfestingu. Þetta er frábær tenging, já. Að fá hrós er fínt, en að einhver deili með þér persónulegri sögu er kannski miklu dýpri mynda staðfestingu. Það segir ég treysti þér. Akkurat, heimildin nefnir dæmis og þetta bros þitt bjargaði deginum, sem er gott og gilt, en það hægt að fara dýpra. Þarna verið að vísa óbeitt í rannsóknir eins og John Gottman sem sýndi að í farsælum samböndum er hlutfalli milli jákværar staðfestingar og gagnrýni svona 5:1. 5:1, vá. Já, og staðfestingi þarf að vera sértæk og einlægur. Að segja, sú orka sem þú kemur með inn í herbergið er ótrúleg, er miklu áhrifa meira en bara eitthvað almennt. Þetta hangir allt saman. Af því ef þessi þörf fyrir staðfestingu er ekki uppfyllt, þá kemur þriðji punktur við sögu. Fallin ótti við tilfinningarlega einmannalega. Nákvæmlega, og heimildin segir að jafnvel sjálfstæðsta fólk búi yfir þessum ótta. Einmitt. Og þar er dregin fram mikilvægur munur á upplifun. Heimildin heldur því fram að fyrir karla geti einmannalegi oft verið, líkamlegur, fjarvera annara. En fyrir konur? Þá sé hann oftar skortur á tilfinningalegum stuðningi og skilningi. Þetta er ekki bara að vera einn heldur að líða eins og engin skiljimann í raun og verur. Og þess vegna er svo öflugt eins og heimildin bendur á. Að deila eigin reynslu af varnarleysi. Það er í raun fullkomin lækning við tilfinningalegum einmannalega af því að það sendir skilaboðin, hei, þú ert ekki einnum að líða svona, ég skil þig. Takk fyrir að vera með okkur hingað til. Ef þetta var gagnlegt fyrir ykkur, sendi það núna til einnara mannesku, eindeiling einu sér hvetur tímið okkar vörulega. Það með þessi annar þemaklassi, sögur, staðfesting, ótti við einmannileika, snýst í grunninn að rjúfa einangrun. Með einlægni og skilningi. Það er kjarnin. Já, þá eigum við eftir síðasta flokkin, kannski þessi lúmskari, fíngerðari þættir. Í samskiptum og aðdráttarafli, já. Hérna, 7. punkturinn, þörfin fyrir öryggi og vernd, er gott dæmi það. Heimildin notar þessa mjög sjónrænu mynd. Að ganga nær götunni á gangsteittinni. Einmitt, þetta er smáatriði. Þetta er tákræn athöf sem segir ég passa upp á þig án þess að nota orð. Og þetta er rakið til þróunarsálarfræði. Já, en burtsett frá upprunanum þá er pælingin svo að svona litlar, ómeðvitaðar athögnir geti skapað mjög djúpa öryggiskend. Þessi hugmyndum lúmskan mun er líka í 7. punktunum húmor. Snjallan húmor. Já, ekki bara hvaða húmor sem er, þetta er fínlegur húmor sem sýnir gjávur. Það er nefnt tækni sem er kölluð vingjarleg stríðni. Og þar er notuð frábær samlíking. Húmor er eins og krydd. Of lítið og rétturinn er daufur. En of mikið skemmir hann. Vingjarleg stríðni er algjört listform. Hún sýnir að þú ert að fylgjast með, að þú skiljir manneskjuna nóga vel til að geta strítt henni á kærleiksríkan hátt. Það losa dópamín, er það ekki? Já, skapar vellíðan og byggir upp spennu. En eins og heimildin varar við, þá er þetta fín lína sem má alls ekki fari yfir í særandi athugasemdir. Allt í lagi. Svo er það 8. punkturinn, sem er kannski frumstæðasti af þeim öllum. Næmni fyrir lykt og líkamlegu aðdráttarafli. Einmitt. Heimildin heldur því fram að þetta sé miklu mikilvægar en margir halda? Já, lykt er kölluð ósýnilega nafnspjaldið. Rökin eru þau að lyktarskyn kvenna sé að jafnaði næmara en karla. Og því hafi þetta meira áhrif. Nákvæmlega. Og það er ekki verið að tala að bafa sig í ilmvatni. Frekar að finna lúmskan, náttúrulegan ilm sem passar við manneskjuna. Þetta er þáttur sem verkar algjörlega á undirmeðvitundina. Þá er þetta 9. punkturinn. Mér finnst hann kannski sá flóknasti og umdeiligasti. Þörfin fyrir tilfinningarlega áskorun. Já, þar er ráðlagt að vera stundum svolítið ótreiknanlegur, nælgast og draga sig svo aðeins tilbaka til að skapa spennu. Mér finnst þetta hljóma dálítið eins og verið sig að leika sér að fólki. Hvernig réttlætir heimildin þetta?
Þú ert ekki einn að hugsa þetta. Sko, þetta er punktur sem krefst mikilra næfni. Heimildin setur þetta fram á þann hátt að sambönd án nokkura áskorunar verði. Feit og þunglamalega. Nákvæmlega. Það er ekki verið að tala um að vera óheiðarlegur eða stunda tilfinningalega hagræningu. Þetta snýst frekar að viðhalda eigin sjálfstæði. Koma í veg fyrir þess sambandi við algerlega fyrirsjálegt. Já, og þar með einhæft. Þetta er svona dansin á milli nálegar og fjörlægðar sem heldur áhuganum og neistanum lífandi. Það er munur á því að skapa forvitni og því að skapa óöryggi. Heimildin leggur áherslu á hið fyrra. Það er betri útskýring. Svo þessi síðasti þemaklasa, öryggi, húmor, lykt og áskorun, snýst þessa fingjarðu þætti. Já, þætti sem viðhalda spennu og dýpt, ofta á ómeðvitaða planinu. Þegar við leggjum þetta allt saman þessa 3 þemaklasa, myndar þetta þá heildstæða mynd? Ég held það, já. Þetta byrjar á grunninum sem er sýnilegt sjálfsöryggi og vernandi forista. Ofan á þann grunn byggir svo tilfinningalega tenging með einlægni, sögum og staðfestingu. Og til að halda þessu lifandi. Þá far þennan neista sem kemur frá húmor, spennu og þessum lúmsku óæristu skilabóðum, þetta virðist allt vinna saman. Þannig að í stað þess að vera bara 10 lausráðnir punktar, þá er þetta kannski frekar uppskrift að 3 lögum af mannlegum tengslum. Grunnur, tenging og neisti. Það er vel orðað. En þá koma við aftur að upphafinu. Að með þekkingu fylgi ábyrgð. Það er svo mikilvægt að ítreka það. Þetta er ekki sett af einhverjum brellum. Alls ekki. Þetta er ekki til að hakka samskipti. Þetta er innsýn sem á að nota af virðingu og umhyggju til að efla skilning og dýpka sambönd. Að skilja þessar þarfis er í raun að sýna hinni manneskjunni virðingu. Það er fullkomið lokapunktur. Þá höfum við það. 10 hugmyndir, greindar og flokkaðir í 3. Einmitt. Lokapælingin sem við skiljum eftir er kannski þessi. Heimildin einblínir á að nota þessa þekkingu til að skilja hinaðlan, en hvaða innsýn geti falist í að nota þennan lista til að snúa speklinum á sjálfum sér og skilja eiginfaldar þarfir fyrst. Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpaði ykkur, endilega setjið like, skilja eftir stutt athugasemd og deilið honum með einhverjum sem gæti haft ánægja af honum. Hver deiling hjálpar fleirum að finna okkur. Og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að Charismatic, það besta er enn framundan. Sjáumst í næsta þætti, haldið áfram að vera Charismatic. Charismatic.